Það ætlum að halda áfram með öryggið. En það eru þessi seinustu þrjú atriði á lista og síðan svona nokkrar aðrar pælingar í kringum þetta. En númer 3 er Sensitive Data Exposure og þá er það kannski ekki svona bein svona árásarvektor sem við notum til að komast inn, heldur en bara hvað gerist ef að einhver kemst yfir gögnin. Getur verið að það sé hægt að lesa eitthvað úr því sem að er í raun viðkvæmt eða gefur einhverjar upplýsingar um eitthvað annað og hvað þýðir, hvað er í gögninum, hvað gæti einhver aðili gert við þau ef við komum til kemst yfir þau. Þó svo að það gerist aldrei, bara horfa á þau. Ef við erum að geyma þessi gögn í einni töflu og þessi taflalæki er hún bara með alla lyklana öllu. Ætti til þess að dulkóða eitthvað af gögnunum í töflunum, ætti að skipta þær upp í margar töflur, ætti að gera eitthvað að græja til þess að passa upp á bara svona, þannig að ef einhver kemst í þetta, þá ger ég eitthvað. Og þá náttúrulega kemur þetta yfir í það allir eins og að vera með bara að geyma viðkvæm gögn eins og þau eru skilgreind. Þá náttúrulega auðvitað eru fjárhagsgögn sem fólk er búið að eyða mestu púðri í og þá er bara til staðall sem er þessi PCI-vottun, Payment Card Industry Data Security Standard, sem þýðir þá að ef að við erum að skrifa forrit sem tekur við og vinnur með kreditkortupplýsingar eða aðrar svona payment upplýsingar, að þá þurfum við að uppfylla einhvern ákveðin staðal. Og þá er það aðalega þetta hvernig er unnið með kreditkortið. Ef ég slæ inn kreditkortið á einhverju síðu og ég íti á submit, hvað gerist? Fer það bara beint á einhvern bakenda sem að gerir eitthvað og er kortið vistað í töflu, það er stranglega bannað. Það má bara vista, ég held að voru að skipta þessu upp í 3 töflur. Þú voru að skipta kreditkortanúmerinu í 2, geyma einn part í einu stað og annar part í öðru partnum og svo voru að geyma gildistíman á 3. staðnum. Og svo getur náttúrulega bara gert eitthvað óvart þarna inn á milli, þú getur loggað, þú ert bara að logga requestið og loggar óvart allt sem er í body, þá er ég allir bara með, í loggurum mínum er ég bara með 100 af einhvern kreditkortanúmerum, svo kemst einhver yfir loggið minn sem er ekkert sérstaklega passaður, þá bara á ég fullt af kreditkortanúmerum til að gera eitthvað. Þetta hefur komið upp og þess vegna er alltaf bara þetta að taka við greiðslu á vefnum er heljarinamál. Að það hefur orðið mun auðveldara núna þegar það eru þessar greiðslusíður frá færsluhyrðunum eins og frá Borgun eða SaltPay núna og og Valdor og svo hinum svona aðri playerar Dalpay var eitthvað, hvort það sé ennþá, og PayPal líka, að þá erum við að úthýsa þessu öryggi yfir á þessa aðila. Þannig að ég er að senda á bara Valdor og í staðinn fyrir að fá í raun aðgang að einhverju vefþjónustum frá Valitor sem leyfir mér í raun að setja bara í form, það sem er bara eitthvað sláðu inn kreditkortanúmerið þitt, ítt á takkan, ég rukka kreditkortið þitt X, þá er ég í raun að færa þetta yfir á Valitor. Þá er ég er að borga fyrir þessa þjónustu, það er eitthvað ákveðið sem að borga fyrir hverja færslu og notandi minn fer af vefnum mínum yfir einhvern annan vef. En það er í eðlisinu eitthvað sem eins og mér persónulega finnst það mun öruggara, af því þá veit ég að það er ekki eitthvað sem þurfti að útfæra jafnvel í tímapressu einhverja greiðslugátt og eitthvað sem allt sem geti farið úrskeiðis þar og var farið rétt í gennum vottunarferlið, var bara eitthvað, ok, ef að ég fer þangað þá veit ég allavega að þú ert ekki að fara að geyma kreditkortið mitt, það er geymt á aðila sem er í raun öruggur upp á vissu marki, ég treysti honum 1000 meira en einhverjum öðrum og síðan fer ég bara tilbaka yfir á vefinn og þá er gert vefþjónustukall frá færsluhurðinum yfir á vefinn okkar. Það er bara skilgreind samskipti sem var þarna niður ágætlega flókin og þá veit ég sem kerfið mitt bara eitthvað ok, Óli bjó til þessa pöntun, hún er ógreidd, ok, ég senda hann yfir á greiðslusíðuna, ok, ég fékk svar, það var undirritað rétt og allt rétt við það og það er staðfest, þetta var borgað. Þannig að þá get ég farið tilbaka og ég get séð, ok, þetta var borgað, allt flott. Og svo sama fyrir eins og fyrir Apple Pay eða fyrir PayPal, að þetta er allt virt
öryggið í raun af svona einhverjum stórum aðila sem hefur í raun mikinn það er stór mikið á þau sett að þetta sé í lagi. Hundurinn aðeins að fara sér bara skattið hérna. En þá er í raun bara að því ef það kemur eitthvað upp, þannig bara eitthvað Apple Pay, það er, þú veist, það er bara kengbrotið. Þú getur bara tekið Apple síma og gett digg og þá getur þú bara borgað sem viðkomandi. Það væri náttúrulega bara skelfilegt. Það myndi bara vera bara katastrófískt fyrir Apple. Þannig að maður veit að það er alveg, það er búið að hugsa þetta, það er búið að gera þetta rétt þar. Og svo er þetta líka bara þægindin. Af því að þú veist, öryggi og þægindi eiga alls ekki alltaf saman. En stundum þá er hægt að leysa og finna út einhverja leiði til þess að gera það. Og þá er Apple Pay er bara fáránlega gott dæmi því að þetta er bara að nota þetta ég skil ekki að ég hafi einhvern tímann að nota eitthvað annað. Þetta er bara, þetta er svo mikið game changer. En þá er í raun þetta að þegar við erum að forrita eitthvað og við erum að taka á móti viðkvæmum gögnum, hvort, þú veist, ekkert bara fjárhagslegu gögnum, við erum í raun að taka á móti einhverjum, við erum að taka á móti starfsumsóknum, við erum að taka á móti skráningu í eitthvað sem að fólk hérna, í einhver kerfi eða eitthvað og fólk þarf að gefa upp einhverjar persónuupplýsingar. Að þá er bara, þú veist, fagleg skylda og í raun líka á mörgum tilfellum bara lagaleg skylda til þess að gera þetta og þá er ekki hægt að segja bara eitthvað ég er bara forritari. Það er í raun okkar að flagga þegar eitthvað er að, flagga þegar það er hérna, þetta er ekki í lagi. Já, það er komið lagalega skildinni, það glemti ekki. Og þá var þetta alltaf eins og í GDPR með persónuverndargögnin að þá var það þannig að í raun þá var ef ég er einhver verktaki eða eitthvað fyrirtæki sem er að veita þjónustu og þú kemur til mín og biður mig að búa þetta til og ég segi bara já, amen og svo kemur í ljós að þetta sem var verið að biðja að gera er í raun ólöglegt að þá get ég ekki lengur sagt bara eitthvað, já, ég var bara að vinna, þú veist, þau sögðu bara að gera þetta og ég, þú veist, hvernig ætti ég að vita að þetta var ekki í lagi. Þannig að núna er í raun komin vel skilgreind, eða betur skilgreind en hún var, skylda til þess í raun að ég ber eitthvað ábyrgð líka. Þegar ég er þá eitthvað sem kallast vinnsluaðili og ég þarf þá í raun að ég er að vinna með gögnin og ofta er ég í raun að skrifa undir samninga og segja bara eitthvað, ok, ég er að fara að vinna þetta og ég mun hugsanlega sjá einhver gögn sem eru svona á hinsegin og þú veist, fyrirtæki sem ég vinn hjá þarf að hafa vel skilgreinda ferla það hvernig unnið með þessi gögn, þú veist, er ég bara að geyma þetta á einhverju sérdrifi sem allir geta komist í eða þú veist, hvernig er þetta tryggt. Og þetta sett gekk í gildi árið 2018 og er ennþá bara algjört mess eiginlega í þessu sko, ég bý bara eftir því að það verði eitthvað stórt case sem að solidify þetta en þetta er alltaf var valdur af því sem að fólk hefur séð að það bara margfaldaðist öll svona cookie notice sem við erum eftir að skoða þessi í framhaldinu og þá er þetta allt í raun þetta til þess bara að fólk eða fyrirtæki sé ekki bara taka allar upplýsingar sem þetta er að persónugreina okkur út frá og geyma þar og nota það svo til þess að bara búa til okkur prófæl okkur og auglýsa fyrir okkur eða selja þessar upplýsingar. Þetta gengur bara kaupum og sölum. Já, Ólafur Sverrir, hann er mikið á þessum hann hefur áhuga á þessu og ég veit að þetta er e-mailið hans, ég veit að þetta er netfangi hans og svo sel ég þetta og þá er einhver annar sem tekur þetta saman og svo er þetta að púsla saman einhverjum prófíl og þá bara veit fólk fáránlega mikið okkur og þá er kannski verst af þessu öllu er Facebook af því þau eru bara aktíft 95% af öllum tekjum Facebook kom ekki auglýsingar sem þýðir að Facebook sem er að velta $milljörðum á ári er að gera það út af því að það er að selja auglýsingar og selja upplýsingar okkur og núna bara nýjasta uppfærslan í iOS sem var bara kom út núna held ég bara senstu dögum þar gerði í raun Apple breytingar að það var hægt að nota einhvert gildi sem allir iPhone símar, öll iOS tæki það var sendt með þannig að Facebook appinn það er Facebook, WhatsApp og Instagram lokaði kallinn gat þá í raun tekið þetta og tengt þetta allt saman á þessu uník auðkenni þannig að þú veist ég gat haft gert eitthvað
án þess að vera loggaður inn og svo var þetta að tengja þetta allt saman, þannig var þetta að rekja slóð mína í gegnum tíman bara því að ég loggaði alltaf þetta ID. En núna Apple búið að breyta þessu þannig að þetta ID ekki lengur til og Facebook bara, já hérna, þetta bara, það var bara stór markaðsherferð gegn í að reyna að fá þessu breytt og það ennþá í gangi. Þegar Facebook inherently ekki gott fyrirtæki. Það já, ég hef mikla skoðanir á því og þessu. Þetta er eins mikið anti-internetið og hægt af því að Facebook vill ekki að þið gerir neitt annað en að vera á Facebook og Instagram og helst bara ekkert fara þaðan. Eins og með Instagram, það ekki hægt að setja linka þar, ég get ekki linka neitt út. Farið bæja á þess að sjá linkin, bara eitthvað, what? Þetta er bara A-href og ég get gert linkin. En þá fer ég út á og þá hætti ég engagementinu í Instagram. Og svo náttúrulega WhatsApp núna, privacy breytingarna sem var að reyna að ýta í gegn og það var reynd að bakka með bara núna fyrir 2 vikum. Að ég leyfa Facebook að taka allar upplýsingar sem það á í WhatsApp og linka því við Facebook-prófílinn. Þannig að og WhatsApp jafnvel hefur aðgang á allir kontaktaðalunum í símaninum og þá allir bara Facebook komið með allar kontaktaðaluna og við getum fara að tengja og selja prófíla, selja ég get örugglega selt þér þessi manneskja, henni geti liðið illa á þessum tíma, þá nú gott að selja henni eitthvað sem hvetur hana til þess að kaupa þetta eitthvað spontant sem að hjálpar henni með egoið og eitthvað svona, þetta er sjúkt dæmi. Já, eins og það er adsettings.google.com. Það er áhugavert að sjá hvað Google veit okkur og hvað það heldur. Allt fyrir það að sýna okkur betri auglýsingar fyrir okkar áhugasvið. Þannig að, já, en þú veist, þetta er alltaf bara, þegar við erum að taka þessum gögnum, hvað erum við að gera? Og þá líka til þess að hvað erum við að gera þegar við erum beðin að setja inn gommu og einhverju trakkurum að veifi sem við erum að setja. Bara eitthvað, ok, í fyrsta lagi þetta, þú veist, ekki kannski í lagi, erum við með eitthvað svona nótis sem segir hei, þetta er svona, af því að GDPR í raun segir það að þú mátt ekki trakka mannesku nema að fá explicit leyfi. Og það var alltaf í raun þetta implicit leyfi sem var gefið, sem var þetta eitthvað svona, við notum cookies til þess að trakka þig yfir alls konar dót, ef þú fílar ekki, bara ekki nota vefinn okkar, en núna er í raun búið að snúa sig við, þannig að það er þannig, þú mátt ekki trakka einstakling fyrir að það er búið að segja já. Og það er ekki nóg að segja bara eitthvað, við notum cookies, ok. Þú verður að segja já, í hvað tilgangi, þú veist, ef það verða að vera functional cookies, við getum ekki haft login-kerfi nema að hafa cookies, þannig að þá ertu að segja, ok, við notum þessi cookies, en það er functional cookies sem bara verða að vera. En svo erum við líka með, þú veist, AdSense tracker, við erum með Facebook Pixel tracker og við erum með hinn og þennan tracker. Og það máttu ekki gera, þegar þú ert búin að fá leyfi. Þannig að já, áhugavert. Og síðan kemur þetta allt saman inn í að við sem forritarar höfum oft alla lyklana að öllu. Þannig að þú ert að vinna eitthvað kerfi og þú ert að vinna eitthvað reikningakerfi fyrir einhvern eða þú ert að vinna með eitthvað og ég hef bara aðgang að vefþjónustunni og get bara flett öllum upp. Það er bara, svo þarf ég að útfæra aukenninguna sem leyfir það Jón má sjá gögnin hans Jóns og Guðrún má sjá gögnin hans Guðrúnar. En ég sem forritarinn, ég get séð allt, ég get gert allt. Og þetta er bara oft, já, að flagga og vera svona, fylgjast með þessu. Ok, þá fyrir við út af þessu yfir í næsta, nummer 2 á lista, sem er Broken Authentication. Og það er þá þetta, þegar við erum með auðkenningakerfi, við erum með eitthvað notandaumsjón sem við ætlum að skoða í næsta fyrirlestri, að það er fjárerfitt að gera það vel. Þannig að við viljum reyna að nota eitthvað svona traust forritasöfn sem að gera þetta. Við viljum sem minnst búa til okkar eigið og að þetta er bara þetta auðkenningi sjálf, að vita bara eitthvað, ertu svo sem þú ert að segjast vera og síðan þetta session kerfi sem er eitthvað, ok, þú ert svo sem þú sagðist vera, þú komst í gegnum eitthvað kerfi, en núna þarf ég að reyna að viðhalda því, ég þarf að viðhalda því að þú sért innskráður notandi í einhver tíma og hvernig það er gert og þetta er ástæðan fyrir því að þetta er margskonar. Við höfum öll lendið í að loggast út á x dagafresti og einhver þjónustum og þá er það bara út af því að þá rennur út
auðkenningin og ég þarf aftur að auðkenna. Og svo eru margar aðra þjónustur sem að kannski læsa okkur úti af því að við lokuðum okkur inn í öðru landi. Og já, og þetta eru margir staðir. Það eru auðkenningi sjálf, bara þú veist þetta, sláðin user pass, sláðin netfang og pass, þú veist eitthvað. Það er útskráningin, erum við að skrá fólk rétt út eða erum við bara að segja, er þetta svona, ég skráði þig út, en þú samt tókenið þetta er samt að þá virt í 6 vikur. Þannig ef einhver kemst í það, þá er bara viðkomandi þú, okkur rennir út. Í það hvernig við meðhöndlum, hvernig við erum með þetta session, hvernig við erum með gleymt lykilorð. Og þá er það náttúrulega hérna þetta, eitthvað svona öryggisspurningar sem er í raun bara ef ég veit nógu mikið um þig, ég veit nógu mikið af öryggisspurningunum, hvað heitir amma þín, hvað var fyrsta gæludrið, hvað er uppáhaldsliturinn og þá allt í einu get ég bara farið í gegnum recover password ferlið og bara ég veit nógu um þig til þess að geta verið þú. Það er bara mjög svona one-dimensional mynd af fólki sem hefur verið að draga upp þarna. Svo er það líka bara þetta, of stutt eða þekkt lykilorð. Þá hérna er listin yfir 10 milljón vinsælustu lykilorðin. Best 15. Þetta eru bestu 15 lykilorðin. Let me in. Þannig að það er allt í þessu. Og svo er hérna þjónusta sem að hann Troy Hunt heldur úti. Þar sem þið getur farið og þið getur slegið inn í raun e-mailadressun ykkar. Og það sem að hann Troy Hunt byrjaði að gera var að hérna, taka saman fyrir alla svona leka sem eru til. Af því að þeir byrjuðu bara hérna fyrir 10 árum eitthvað. Það var bara lekar, bara aðra hverju viku. Það sem einhver var að óna, var bara að óna einhverju gagnagrunnar. Bara, þú veist, það voru bara öryggishólur og ég náði bara, ég tók alla gagnagrunnin, dömpa hana bara hérna, setja hana á torrent. Og það er búið hérna 10 milljarðar af akkántum sem hann er búinn að safna í gegnum þetta. Þannig að hann tók alla þessar dumps, hann setti þetta í gagnagrunn, setti í raun, fann hérna e-mailadressunar okkar, og hérna setti þetta. Þannig að þarna er í raun, ef að ég fer núna og ég slægi inn eitthvað lykilorð, einhvern e-mailadress, þá get ég komist að hvort að e-mailið mitt hafi verið í einhverjum af þessum dömpum og þá er í raun bara hversu vel var hugsað lykilorðið í þeirri útfærslu. Var lykilorðið bara geymt, bara 1, 2, 3, bara plain text í gagnagrunnum af því að var ég að nota þetta lykilorð líka á einhverja aðra þjónustu. Þannig að nú get ykkur hafa náði þetta og svo prófa bara viðkomandi bara eitthvað, ok, hérna oskar.hi.is skulum bara prófa, ok, er þetta Gmail account, er þetta Google account, er þetta Facebook account, er þetta Instagram account, er þetta Twitter account, prófa þetta með lykilorðinu og hugsanlega var lykilorðið heldur ekki það vel geymt, kannski var það bara geymt með hérna MD5 sem er löngu búið að brjóta og ég get brotið MD5 hass á sekúndum núna. Þannig að hérna, þess vegna er svo gott, eins og hérna er one password, þó svo að það sé einn af mörgum, en að vera með password manager og ekki sama lykilorðið á öllum stöðunum. Og þá er þetta, þú veist, að vera ekki bara með eitt lykilorð sem við notum fyrir alla þjónusturnar okkar, heldur er að vera með mismunandi lykilorð fyrir alla þjónusturnar okkar og ef við getum kveikja á svo two-faktor sem er þetta að vera með lykilorð sem er 1 faktor, það er eitthvað sem ég veit og svo er það hinn faktorinn sem er þá eins og að vera með hérna svona one-time password hérna, auðkennislykillinn sem við nefndum áðan, að hann er útfærið þetta time-based one-time password algoritma og þetta er þá líka eitthvað sem er hægt að útfæra með einhverjum þjónustum eins og reyndar eitthvað sem Google keyrir, Google Authenticator sem er mikið notaður en frá Google, eitthvað skuggalegt þar. Eða þá að fá SMS, það er samt ekki öruggt, eða fá tölvupóst, ok, ég er örugglega með aðgang að tölvupóstunum mínum og vonandi engin annar. Og þá er hérna mjög gott að þið viljið besta podcastið á internetinu, þó svo að það sé Gimlet eða hérna Spotify, er Reply All. Þessi saga er frábær, en það er bara hvernig það er hópur af sim hijackers sem að nota sim swapping, sem er bara það að ég get frekar auðveldlega, bara með smá social engineering og kunna þetta, get ég afritað símanúmerið þitt. Og þá þarf ég ekki nema bara það að ég geti fengið SMS-ið fyrir two-factor authentication
Þetta hefur verið notað í svona, já, stað þar sem maður myndi halda að væri ekki markaður en markaður, sem í raun svona, hvað kallar það, OG usernames, sem eru, þú veist, Snapchat usernames sem eru, þú veist, eitthvað John eða cool eða eitthvað, ég veit ekki, það sem krökkunum finnst cool í dag. Og líka á Twitter, að vera með, þú veist, einstafs Twitter notendurnafn bara eitthvað, það er gulls ígildi. Og þá er fólk að nota þetta til þess að ræna akkántum sem að fólk ekkert endilega að passa neitt svakalega vel upp á. Og svo selur það, og selur það fyrir jafnvel bara $20,000. Og þá er þetta, já, við getum verið með fleiri faktora og það er hugsanlega eitthvað lausn en hugsanlega ekki. Af því að svo er þetta með það þegar við erum að geyma lykilorðin að það er rosalega svona eitthvað, ég tek bara lykilorðið og notandanamlega geyma það í töflunni. En þá er hvað gerist ef einhvern nær töflunni minni? Þá er bara lykilorð og notandanamn, bara það er bara hlið við hlið. Og ég veit lykilorðið þitt og það er skelfilegt. Og þá var ég byrjað að nota MD5 fyrir mörgum árum, en það er núna bara sannanlega brjótanlegt á sekúndum. SHA-1 sama. Þannig að SHA-2 og SHA-3 eru æskilega ef maður nota svona hassingföll eða tætiföll. En við getum líka notað eitthvað svona salt sem þýðir þá að við tökum lykilorðið þitt og við tökum þetta salt og við hössum það saman. Sem þýðir það ef það eru tveir aðilar með sama lykilorðið þá er það ekki sama hassið, þetta eru breytilegt. En það er yfirleitt þarna og það er bara, þú veist, með hverju árinu er bara betri leiðir til þess að brjóta þessi lykilorð og það er bara forrit sem að gera þetta. Gera þetta bara á einhverjum GPU-förmum, þar sem þú ert bara með 20.000 af GPU-um líkað saman og ég bara kaupi mig inn á það og ég kaupi bara þjónustu, ég er að brjóta þetta, bara keyrir þetta, þú veist, eða mínúta, dagur eða eitthvað, þú veist, vika, þú veist, ég næði samt að brjóta lykilorðið þitt og ég get loggað mig eins sem þú, þannig að vika er ekkert skellilegt í því. Og það er þetta speed hashing, þetta er áhugavert dæmi. Þannig að þá er í raun eitthvað sem er í raun almennt bara útbúið til þess að taka lengri tíma og þá er Bcrypt það sem við ætlum að nota þegar við erum að fara að vinna með lykilorð. Þá er það þá skilgrunir bara hversu lengi átt að keyra þetta og þá er bara, það er innbyggt í algoritman að þetta tekur sekúndu að vinna úr þessu lykilorði. Þannig að þú veist, þá verður það bara strax super ópraktískt að reyna að keyra á þetta því það tekur sekúndu að reyna eitt tilvik. Að það tekur það bara, þú veist, milljónir ára að reyna að brjóta þetta ef ég þú veist, ef þetta er svona reasonable lykilorð. En hérna er grein sem þið ætla að lesa sem er How to safely store a password sem að fer einmitt yfir Bcrypt og svo erum við með Bcrypt fyrir Node sem við ætlum að nota. Svo er þetta, það er fyrir öll þessi öryggismál, þá er til XKCD fyrir öll þeirra en þetta er í raun stutt lykilorð með mörgum í raun mismunandi táknum ekkert það, þú veist, það er í raun þetta entropy, það er ekkert það margir bitar, það er ekkert það margir möguleikar. Þannig að vera bara með lengri lykilorð og þá þú veist að nota svona einhvern lykilorða manager sem er í raun að blanda þessum tveimur saman, þar sem þú veist í raun með fleiri en bara 26 stafi í enska stafrófinu, þú veist með líka stóra og litla stafi og tákn og alls konar og líka 20 stafa langt og þá ertu í raun bara komið lykilorð sem að enginn gerir. Ég er ekki með mására á þessu, ég verið að finna það. En þannig að þetta er eins og þetta er allt voðalega brothætt allt saman hjá okkur. Og þá komum við á númer 1 sem er náttúrulega skemmtilegt, sem er injection árásir. Og þá er það þegar að ég skrif eitthvað forrit og ég passa mig ekki og ég leyfi í raun að gera injection árásir sem eru þá þannig að ég get keyrt eitthvað kóða. Ég get bara keyrt eitthvað kóða af því það er ekki verið að passa upp á það. Og þá er þetta oft þannig að ég þarf bara að eyða tíma í þetta, það er til margs konar tól sem gera þetta, að útbúa texta sem að nýtir gallan í því hvernig eitthvað er parsað eða keyrt inn til þess að ná að keyra þennan kóða og hann getur síðan gert eitthvað. Og þetta er í raun margs konar, ég meina við sá, þú veist, það er til XML injectionir, það er til SMTP sem fyrir gegnum postkerfi, stýrikerfis aðgerðir sem eru gerðar. En það sem er í raun lang algengast eru SQL injections og þá er það í raun þetta þegar við erum með gagnagrunn
að það ekki verið að passa upp á að senda gögnin rétt inn, þannig að við einhvern veginn náum að slá inn einhvern reit og það fer yfir í eitthvað query og það ekki hreinsað og queryið fer yfir í gagnagrunnin og ég get þá breytt queryinu yfir að gera það sem ég vil. Og þá er þetta alltaf passa upp á ekki treysta neinu sem við erum að taka við frá notendum, hvað sem við erum að fara að birta það eða skráða í vefþjónustu eða senda í gagnagrunni eða eitthvað, það er bara alltaf passa upp á það. Þetta er allt möguleikar á að springa í loft upp hjá okkur. En það sem við getum gert í raun fyrir Postgres er að nota þessi parameterized viðmót þegar við erum að inserta inn í grunninn. Og þá er það þannig að þetta er rosalega basic eitthvað. Þetta er rosalega bara eitthvað svona, ég gerir bara svona. Ég meina, ég með eitthvað query og ég með eitthvað gagn sem ég var að fá úr rec body, þetta var skrifað í formið mitt. Og ég vil inserta það í, ok, bara inserta það inn í queryinu. En hvað gerist þá ef einhver sendir svona, það sem er búið í raun að útbúa texta sem passar inn í, bara púslið passar akkurat inn í, til þess að búa til queryið, þannig að það verður þá insert into text values, ok, gilt og gott, svo kemur semikoma sem er sagða endir, þá kemur önnur sagð sem er delete from test, ekkert verðskilyrði, það verður öllu hent og síðan das sem gerir þetta þannig að þetta verður gild heild, þessi þessi SQL skipun og þá er í raun búin að insert einhverju en síðan eyddi ég öllu úr test. Síðan er ég líka bara, ég ætla bara að fletta upp einhverju greinin er með ID, ég tek við ID bara úr query-strengnum, ég ætla bara að selecta hann svona, ég meina, hvað er það versta sem getur gerst? Jú, það geti einhver sendt svona og ég raun selectað allt upp á grunninum eða ég geti í raun, með þessu er stundum hægt að expósa allir töflunni, þannig að ég geti í raun bara selectað upp alla töfluna eða ég geti selectað hann bara lið fyrir lið, ég geri bara enn fyrirspurnir á vefinn, þá getur ég búin að fá öll stökin, þá getur ég sett limit sem leyfir okkur að velja, þá getur ég bara sett limit 0, limit 1, limit 0.1 sem segir bara fyrsta stakið, annars stakið, þriðja stakið, fjórða stakið, þá getur ég fæ ekki neitt og ég er alltaf búin að lesa allt upp úr gagnagrunninu. Og svo er aftur frægasta XKCD með honum Bobby Tables. Þetta í raun var mjög snemma og þetta er alveg 10 pluss ára gamalt. Og þá er þetta aftur, þarna er þetta tvennt sem er það myndi enginn fara að nefna barnið sitt þetta, það er enginn að fara að nefna fyrirtækið sitt þetta og svo að setja þetta bara beint inn í gagnagrunninn. Og þá er í raun þetta að nota alltaf parameterized viðmót af því það er í raun eins og með XSS að þá er það einhver kóði sem tekur inn einhver texta og segir, ok, ég á að trýta þennan texta sem hostile og ég geri það sem ég geri, ég fjarlægi það sem er hægt að gera, ég passa upp á það sem ég hægt að setja inn komment, það sem ég hægt að keyra aðrar aðgerir gegnum þetta og svona. Af því að annars, það er engin séns fyrir eins og PG libraryið að vita hvort að við ætluðum að keyra delete bara öllu, kannski viljum við gera það, það er engin heuristic sem að getur sagt eitthvað svona lagi, þetta er augljóslega ekki í lagi út af því að, og hvernig ætlar að búa til regluna sem segir út af því að, af hverju er þetta ekki í lagi. Þannig að við þurfum að opta inn í það. Og þá segjum við svona að við setjum þetta bara í fylki sem við síðan sendum inn í og erum þá með þessa placeholderi þar sem þessi vísar í fyrsta stakið og þessi vísar í annað stakið og þetta mun þá vera inserta og sama hvað ég dúndra inn hér, það mun ég alltaf vera bara gert að texta sem fer inn í töfluna eða tölu eða hvað sem passar inn í reitin okkar. Og síðan er líka annað að gera sem er að takmarka bara heimildir á notandanum. Þannig að notandinn megi bara lesa úr töflum eða megi bara skrifa inn í ákveðna töflur og megi ekki tæma þær eða henda þeim eða eitthvað svoleiðis. Og þá er það er gott öryggi. Þannig að ef við tökum núna dæmi SQL injection, þannig að erum við í raun bara að keyra Express-þjón sem er með þetta er bara eitthvað skráningarform fyrir skóla sem við skráum inn nemendur eftir nafni, við listum nemendunum og við getum séð síðan staka nemendur. Þannig að þetta er að keyra í sömu töflu við vorum með áður og hún
heitir Students, þannig við skulum byrja því að tanketa hana, bara til þess að hafa topp dæmi. En nú, Students, ég hef bara hendur mig, ég var eitthvað að fikta við þetta, búum hann til, ok, hún til. En nú erum við þessa töflu hérna sem er bara eitthvað ID, sem er bara auðkennið á notandanum, nafnið hans, hver hann var skráður og hvort það sé viðkomandi sé graduated eða ekki. Þannig að núna ætlum við bara að leyfa skráningu, þannig að við segjum hérna, það er bara eitthvað form hérna, þetta er nemendaskráin okkar, það er engin nemendaskráður eins og þannig að það er hérna, Óli er að fara að læra eitthvað. Ok, nú getur ég skoða nemendur, byrja nú við, það er eitthvað vilja hérna, núna var ég að reyna að gera þetta allt gott og satt sem að ég leiðir út til vandræða. Þannig núna hef ég gleymd að setja aukina að leiðum bara, kerum þetta sem rút. Skelfilegt, en ég er líka að sýna ykkur hluti sem ég eiga að brotna. Ok, núna er Óli komin í skólan, hann er hérna. Við skráðum einhverju fleiri, ASDF og FU, vinnur hans. Og við erum komin bara hérna með. Þetta er bara eitthvað kerfi sem er bara, þú veist, þetta er kjarnið í kerfi og svo bara bætur við fullt af einhverju veseni ofan á þetta. Útliti, fleiri upplýsingum og eitthvað svona, en þú veist, þetta er bara í grunninn að skrá einhverjar færslur. Þannig að nú getum við skráðan Bobby og þá getum við bara tekið þetta hérna. Við getum í raun farið inn í gagnagrunninn fyrst, hérna, select hérna from students og við getum séð að við höfum þessa hérna notendur. Reyndar áðan við getum það að við getum opnað staka nemenda og þá getum við að sé hérna hvað það var. Hérna er Óli og við erum hérna með ID og núna ef ég keyri þetta svona og þá er ég allir komið með annan notanda út frá einhverju hérna. Þannig að ef þetta ætti ekki að vera hægt þá er ég hugsanlega að leka upplýsingu þarna af því að þetta query hér er þá orðið hvað erum við með þetta hérna? Select by ID hérna og þá er þetta í raun orðið svona. En þetta er í raun fullkomlega lögleg SQL skipun og er í raun þá að hérna, selecta eftir einhverju. Þetta þá afléttir þessari takmarkun og við verðum að segja og eða, þannig að þetta er í raun eða true, þannig að þetta verður alltaf true og svo getum við raðað þessu eftir hérna og svo getum við í raun sett hérna limit 0,1. Það er engin nemandi þar, byrju, gerir þetta vitlaust, limit 1, 2, 1, 2, nei, ég get notað þetta til þess að hérna komast yfir. Ok, þannig við erum með þetta hérna, en núna í raun kemur að því að það þarf að skráa Bobby og þá keyrum við það hérna. Allt er góðu, nema að núna er í raun, það er ekki neitt og ég reyna að selja töfluna og hún er ekki lengur til. Þannig að þá er það sem að gerðist er í raun og veru að hérna höfum við þetta data og við settum þetta inn sem gerir það að verkum að hérna, þetta gerðist en síðan keyrði ég þetta sem að droppaði töflunni og notandi sem keyrði þessa skipun mátti það og síðan er þetta hérna sem að kemur í veg fyrir að þetta hérna myndi kasta villu sem væri í raun bara SQL villa. Þannig að hversu gott backup strategy erum við með? Nú erum við búin að tapa gögnum en ef við gerum þetta með öruggri aðgerð þannig að nú þurfum við að búa aftur til töflun okkar og við þurfum aftur að hérna fara hérna í insert eitthvað insert hérna kallum í insert safe sem er þá í raun aðgerð sem notar parametraðist viðmót og við fyrir aftur hérna og við getum skráð ok, þetta er í lagi og nú skráum við hérna Bobby
og nú allt í einu hann hérna komið með sínu rétta nafni, þannig að hann skráður eins og hann á að vera skráður og þetta oft eitthvað sem við getum séð þegar við erum með hérna einhver að prófa sig áfram með því að setja inn einhverju svona skuggaleg gildi. En þetta oft svona helst í hendur af því að í raun eitthvað sem XSS hóla getur líka verið injection hóla og það í raun bara, þess vegna þetta bara eitthvað, ef við skiljum eitthvað eftir opið og þetta þarf ekki að vera nema bara ein breyta sem við gleymum að eiga við. Eitt skipti sem við concatenatum texta inn í SQL query og það allt galopið hjá okkur. Þannig að þetta svo ótrúlega fragile að gera þetta, að lenda í þessu. Síðan getur þetta verið hérna með command injection, þar sem við erum með eitthvað hérna, við ætlum að nýta okkur það til CAL-skipun á Linux og Mac, svona. Það sem ég get gert og ég get séð bara eitthvað kalender hérna, ég get bara birta kalender, bara nice, þetta bara eitthvað svona þjónusta. Og ég ætla að gera hérna næsta ár, þá sem ég geti séð hérna 22, 3, eitthvað, og fínt. En svo út af því að þessu bara pípað beint inn, og þetta gæti til dæmis verið, það oft kert svona til dæmis þess að komast í hérna myndvinnsluforrit, það hérna alveg stóluðu mér, hvað það heitir, ImageMagick, það sem mústu nota til dæmis þess að minnka eða stækka myndir, eða FFmpeg til þess að vinna með vídeo, og þá ertu oft bara að pípa þessu hvernig svona inn, og ef maður passa sig ekki og ég get til dæmis gert eitthvað svona, þá ég allir bara fann að geta að lesa upp úr stýrikerfinu og ég geti hérna reyndar cat user SQL ég get farið að lesa skrár ekki gott og bara alls konar sem getur gerst hérna og já þannig að þetta í raun endar þessa yfirferð óvasp en ég mæli eindregið með og að þið farið og skoðið á vefnum hjá þeim hérna, ef við skoðum, oh my god, hérna, þetta allt líka hérna, að þá eru svona attack vectors og þá hérna svona mjög stutt yfirlit yfir það, hver eru veikleikarnir og hvað impactið. Data loss, corruption, disclosure, loss of accountability, denial of access og þetta bara complete host takeover og þetta bara, já, svo getum við skoða hérna hvað þetta að gera, hvað eru examples, attack scenarios og svo references hérna. Þannig það að skoða SQL injections hérna fyrir eitthvað úr eitthvað öðru, injection prevention í Java, query parameterization, hvernig við getum unnið gegn þessu, hvernig við getum lært á þetta. Og þetta eitthvað sem það ekki nóg bara, já ok, SQL injection, ég alltaf að nota parameterized viðmót. Það ekki nóg að verða, maður má ekki vera að vera kær þegar kemur að öryggi, það alltaf að vera á tánum. Síðan eru svona önnur atriði sem ég ætla að fara bara hratt yfir núna og eru dæmi sem ég ætla ekki að fara yfir en þið getið skoðað. Eitt cross-site request forgery sem mjög skrítið að hafa þetta á listanum af því að það ennþá mjög relevant og það þá þetta, ef ég einhvern veginn næ að búa til link eða ég næ einhvern veginn að referensa eitthvað sem að framkvæmir einhverja aðgerð að þá það hættulegt. Þannig að núna ef ég væri loggaður inn á example.org og ég væri admin og þar væri aðgerðin delete everything sem væri get, ekki post sem hún ætti að vera af því að hún breyti, hún ekki idempotent sem fórum yfir í senasta fyrirlestri og ég bý bara til þessa mynd og ég setur hana bara inn á vefinn hjá mér og svo bara 99,999% skiptir ekki máli en svo kemur einn aðili sem passar á þetta hérna profile og þá bara framkvæmum eitthvað í nafni viðkomandi og fyrsta það sem þetta kom upp fyrst var að einhver sagði ef þú heimsækir þessa síðu þá myndu bæta bókinni þinni í körfunni þinni á Amazon og þá var það með því að setja svona faldamynd og þá var bara aðgerð búið til url sem bætti þessu við körfuna í Amazon og þá af því þetta alveg rosalega það ekkert hægt að gera í þessu nema að setja inn svona auka varnagla sem eru svona CSRF gildi og þá það þannig að við erum búin til eitthvað gildi, við geymum það í forminu okkar, við látum viðkomandi senda formið og þegar að formið kemur þá athugum við hvort að gildi sé það sama og þá það tímabundið, bundið við tíma, það ekki endalaust
og það bundið við notandana einhver leiti, eða þá við byggjum notandum að auðkenna sig áður en einhverjar ákveðnar aðgerðir eru keyrðar. Það er til dæmis ástæðan fyrir því að ef þið farið inn á GitHub og eru að leyfa aðganginn á repoið ykkar, að þá eru þið beðin að slá inn lykilorðið aftur. Það er bæði fyrir að þetta sé ekki að gerast í gegnum eitthvað CSRF vektor, en líka bara að það sé ekki einhver sem komst yfir tölvun ykkar. Það er náttúrulega annar vektor. Ef ég bara kemst yfir tölvuna en hún er ólæst, þá getur gert alls konar drasl. Og þá er þetta aðgerð, laust. Þannig að það er þetta að setja þetta upp sem að lætur þetta keyrast í raun fullkomlega löglega aðgerð, en bara hún keyrir í vitlausu konteksti. Hún keyrir í konteksti sem að attackerinn bjó til í staðan fyrir það ég initiataði. Að þá er til þetta CSRF middleware sem að takmarka þessar áhægur með því að búa til hennar tímaháða token, og þá er það í raun hægt að skoða dæmi það. Og svo er líka þetta að nota þetta CSP sem er Content Security Protocol Policy, sem er í raun dæmi sem að leyfir okkur að skilgreina hver má sækja hvaða. Og þá er það til dæmis eins og ég má ekki sækja þessa mynd af vefnum hjá HÍ nema ég sé búinn að segja að þetta, ég er búinn að banna það þannig ég er búinn að segja það má bara sækja þetta frá Self, sem er þá þjónninn sem þetta keyrir af. Þá get ég komið í veg fyrir að einhver geti injektað einhverju svona, þannig ég geti keyrt eitthvað eða sótt eitthvað af hi.is. Þannig ég get ekki sótt eitthvað JavaScript og sett það inn á vefinn minn sem er á einhverjum öðrum þjón. En þetta er aftur eins og öryggi. Þetta er mjög mikið vesen að setja upp CSP. Við þurfum að sæna hluti, við þurfum að passa upp á dóminn sem við viljum treysta og alls konar dót. En það er bara þessi heilbrigða paranoia sem ég vona að þið hafið kynna ykkur fyrir. Og bara hugsa þetta, hvernig myndi ég reyna að fokka þessu upp? Hvernig myndi ég, hvað geti brotnað? Og þið gömlu, eða nýju, ég veit ekki hvort X-Files sé oftur orðið eitthvað svona sem fólk horfir á, en þetta er með ámar að horfa á þetta aftur. Er þetta jafn gott að það var fyrir öllum þessum árum síðan? En það er allavega, Mulder, hann er hetjan mín, að treystum engum. Svo er að gera svona penetration test eða pen test, þar sem þú reynir að finna ákveðin veikleika, og jafnvel það eru bara aðilar sem vinna í þessu, og þá er þetta svona red team, blue team. Þú veist með óvinnina sem er að brjótast inn, og þú veist með eitthvað blue team sem er að passa sig, og hugsa bara öryggi frá upphafi. Fá öryggisúttekt, það eru aðilar í Íslandi. KPMG gerir þetta eins og ég held þessi ekki lengur að gera það, en það er bara sérfyrirtæki, Syndis, sem gerir þetta og sérhæfir sig í þessu og sérhæfir sig í því að kenna fólki þetta líka, og eru með kursa og plattform sem heitir Adversary, þar sem þú getur fengið aðgang og ert að keyra þig gegnum svona scenarios og það er bara að æfa mann í þessu. Nota forritin okkar rétt, nota static analysis, nota lintera geta bent okkur á svona hluti. Sjálfur tól sem að brjóta dótið okkar, það er alltaf gaman að keyra ykkur svona test. Keyra þetta reglulega, fá fólk sem við treystum til að fara yfir kóðan okkur og reyna að brjóta hann, reyna að koma með þessa paranoiu, þegar það er oft þegar maður er búinn að leysa eitthvað vandamál, þá er maður svo super hyperfókust að leysa verkefnið, að maður gleymir öllu því sem getur gerst utan að það er bara ein leið í gegnum þetta, það er bara happy pathið, það er bara það sem þarf að gera til að klára verkefnið og allt annað bara svona feitir í burtu. Svo er HTTP öryggið og þá er að nota HTTPS sem er í raun orðið bara, það er bara staðal, það eiga allir að nota HTTPS núna, það kostar ekki neitt. Setja upp þessa sjálfvirku XSS vörn ef þá við, setja upp CSP þó sé vesen. HTTPS, það gerir verkum að ég komið langt yfir, en þetta er mikilvægt þannig að klárum þetta. Ef við erum ekki notað HTTPS, þá þýðir að öll trafík sem fyrir á milli okkar á vefþjóns er í plaintext. Og það náttúrulega á ekki lengur við, en þetta er bara svo rosalega gott dæmi það sem gerist fyrir 8 ára núna eða eitthvað svona,
að það var eitthvað sem bjóti tól þar sem þú fórst bara eitthvað óörugt net, kveiktir á þessu tóli og það fór bara að sniffa þekktarslóðir. Já, Twitter, já, þetta er einhver sem loggaði sinni á Twitter, lykilorð, plaintext, Facebook, plaintext lykilorð, Gmail, plaintext lykilorð. Og það var áður en í raun að þessi vefur fóru í raun að krefja menn að fara yfir HTTPS, í raun bara leyfa ekki HTTP, þú varst að gera allt ekki HTTPS. Að þetta var bara, þú veist, ónað hluti og þú veist, svo þetta bara jafnvel þú sért á ykkur og þú veist að nota eitthvað chat for it og þú veist bara ræða ykkur mál sem þú vilt ekki að einhver annar sjái og það bara HTTP, þannig það bara að vera á Wi-Fi-inu þínu og ég bara hlusta á alla trafík og ég sé allt sem er að gerast. Þá þetta í raun, þetta bara því að HTTPS í raun, það svona ákveðið flókið dæmi en byggir í grunn á þessu Diffie-Hellman algoritmanum. Og það núna með þess að Let's Encrypt sem bara opin þjónusta sem í raun viðhaldið af Mozilla og í raun studd af mörgum tæknifyrirtækjum sem í raun bara bjóða upp á ókeypis skilríki. Þannig að þú getur bara sótt ókeypis skilríki og við erum með Heroku, við getum bara 2 takkar, digg og við erum komið öryggi skilríki á vefinn okkar. Það er ekki flóknara en það þarf að gera það. Já, þannig að þetta predikunum öryggi. Við skulum taka 8 mínútna pásu núna og fara síðan í allt annað.